og við ætlum að fara yfir þessa þessi atriði sem eru það sem við bætist við í prófi 2, bætist við svona dæmi sem að verða áfram líka eins og spennudeilir, NDC, PTC, LDR og FDR, eiginbreytilegar mótstöður, og eitthvað viðnám og þétta og díóður í jafnstraumsrás, sennudíóður, ljósdíóður og brúafriðil, og svo hálfbylgjuafriðin með einni díóðu, heilbylgjuafriðin og þryggjafasa afriðin, og síðan förum við í transistorarásirnar. Og ég er með þetta á, það þessi staður upprifjun fyrir próf 2. Það svona, við getum aðeins rennt í gegnum það, hvað við þurfum að kunna eða vita. Þetta sem sagt, þarna er litakóðinn, hann er alltaf hafður til vinstri, það er bara hvernig við notum hann sem við þurfum aðeins að kannski alltaf að renna yfir, rifja upp. Og þannig er að sjá, þetta við, já, ég ætla að líka þetta hérna. Já, ok, það er svo sem allt í lagi að hafa þetta líka. Förum að það, allt í lagi að skoða þetta gagnvart litakóðanum. Við höfum svona sem sagt lista yfir bara svona litatöflu. Hvaða litur er hvaða tölustafur. Og þannig að við höfum yfirleitt bara haft þetta þannig að það eru svona 3 litir. Við höfum bara haft þann kóða eða þá uppsetningu. Það eru til fleiri litir sem sagt og með öðru fráviki og svo framvegis. En til þess að læra þetta bara á einfaldan hátt og vera ekki að ruglast á mismunandi fjölda lita og svo framvegis, að þá höfum við bara tvo fyrstu litina sem einhverjar tölur og síðan er fjöldi 0 eða margfaldastuðull 3. liturinn. Og síðasti liturinn er í rauninni frávikið sem er yfirleitt gull, það er pluss mínus 5%, en við erum ekkert að endilega spá í það, heldur bara að reyna að finna út stærðina á mótstöðunum. Til dæmis er svo blár sem er þá 6 og grár sem er 8, og svo kemur hérna rauður sem er þá 2,0 í viðbót eða sinnum 100. Og þá væri þetta sem sagt 6.800 ohm. 6, 8 og 2, 0, 0, 0. Það væri 6.800 ohm sem dæmi. Og hérna gulur 4, fjólblár 7 og appelsínugulur það er 3. Þá er þetta 47.000 ohm, 3,0 fyrir aftan. Og alltaf 3. liturinn fjöldi 0. Og síðan hérna appelsínugulur, það er 3, svo kemur hvítur, það er 9, og svo er fjöldi 0 brúnn, það er svo 1,0 í viðbót, og þá er þetta 390 ohm. Þannig lesum við út þetta aðeins sem það smá upprifjun á þessu. Og aftur hérna á þetta, og sem sagt á eiginbreytilegar mótstöður, og við fórum aðeins í stillanlega mótstöður síðast. Mismunurinn á þeim sem sagt stillanlega mótstöðum sem við vildum fá fram þar var að önnur væri línuleg og hinn gæti verið logaritmísk. Þannig að við getum fundið út af því með að stilla mótstöðin í miðjuna og athuga hvort að jafn stórt viðnám frá miðju og út í sitt hvort endan. Þannig getum við fundið hvort það eru línulegar eða logaritmískar. Ef að jafn mikið viðnám frá miðju
Ef maður stillir mótstöðin í miðju, mælir viðnámið frá miðju tengingunni út í enda, það er sama viðnám út í sitt hvort endan, þá er mótstaðan línuleg. Þá breytist viðnámið línulega með færslu sleðans eða tengingarnar við yfirborðið á stillilega mótstöðinni. Nú, einverutilega mótstöður, NTC, BTC, það er viðnámshitastöðullinn neikvæður hérna í NTC mótstöðinni og það minnkar viðnámið við aukinn hita. PTC, þá eykst viðnámið við aukinn hita. Spennuháð mótstaða, VFDR, minnkar viðnámið við ákveðna spennu, og LDR, ljósháð mótstaða, þar sem að það minnkar viðnámið við aukna birtu. Og þannig að þetta verður svona spurningar munin á mótstöðum. Og síðan varðandi þétta, og svona áttuðu ykkur á mununum á milli raflausna þéttis og plastþéttis og slíkt, og tantalþéttis og plast og keramikþéttis. Það er aðeins fjallað það í bókinni í rafeindatækni fyrri hluta, þannig að það er að skoða það aðeins til æfings fyrir próf. Díóður, hvað þurfum við að vita díóður? Að geta reiknað straum og spennugildi með díóði í jafnstraumsrás, og sýnt hvað mælarnir að mæla, spennu, viðnáð, straum. Síðan þurfum við í senudíóður og ljósdíóður, og við tjekkið á kennilíðun díóðana, það er í bókinni fyrir rafeindatækni fyrri hluta, og reikna út straum frá afli og spennu í senudíóðu. Það er líka farið í það í bókinni. Straum og spennu í einfelldri rás, spennufalli í díóðum, það reiknar með 0,78 spennufalli, og varðandi senudíóðurásina, þá drögum við frá spennufalli í senudíóðunni til dæmis, eða þurfum að draga frá spennufall í afreiðisdíóðu, það fer eftir hvað dæmið er. Og síðan í varðandi afreiðun, þá er verið að sýna hérna einhvern link sem að þið getið kíkt á, það er hægt að smella á hann, það ætti þetta að fara í gang. En bara eins og þið þekkið að við byrjum alltaf að reikna út gáraspennuna, og ef að hálfbylgjuafreiðun er í gangi, þá erum við með og eina díóðu, þá er margföldunarstuðullinn hérna 12 sem að við notum til að reikna gáraspennuna, munna það. Og þá fyrst að reikna út gáraspennuna, ekki gleyma margfalda með 12 samt álagsstrauminn. Síðan notum við gáraspennuna til að reikna út með, að reikna stærri viðnáma, taka til díóðu spennufalla, og athuga með til dæmis, við förum nú kannski ekki við förum í þryggjafasa afreiðun náttúrulega. Ég hugsa ég fari ekki í spennistenginguna í þessu prófi. En allavega að við áttum okkur á straum og spennu. Já, þetta er hálfbylgju og heilbylgju afreiðun. Men eftir svo í heilbylgju afreiðun þá notum við stuðulinn 6. Reikningar gáraspennu, rangur stuðull fyrir framann 6 og 12, og síðan setjum við alltaf milliamperinn inn í álagsstrauminn þegar reiknum við gáraspennuna. Alltaf milliamper, en svo reiknum við út náttúrulega viðnámið með spennu og straum í amperum. Síðan transistorana, við höfum hérna LDR mótstöðu sem er að
stjórna hvort að transistor sé opinn eða lokaður og svo eigum við að geta reiknað álagslínu og teiknað inn á graf álagslínu út frá tveimur punktum, hámarksstraum í rásinni og spennugjafarspennu. Svo eigum við að geta reiknað IK og RB líka, viðnámið í beisrásinni. Þetta svona það helsta sem við höfum verið með og þá bara að skoða þetta dæmi hérna, loksins, transistorrásina. Sem sagt, við vorum með rás þar sem að LDR-mótstaðan þegar hún var myrkvuð, að þá hún var að byggja yfir sig viðnám þá hækkaði spennan yfir hana og þar af leiðandi fékk base og emitter díóðan í transistornum forspennu. Þannig að transistorinn opnaði ef það var myrkur og LDR-mótstaðan mældist með spennu, að minnstakosti þá 1,4 volt vegna þess að við erum með 0,7 volt á díóðinni, hérna fast gildi og svo þegar transistorinn fer að leiða þá straumurinn orðinn, eða spennufallið 0,7 volt það bil, þannig að það allavega 1,4 volt sem kemur hérna yfir LDR þegar hún myrkvuð. Og þá sagt að LDR-mótstaðan 22 megaohm í myrkri og hins vegar LDR-mótstaðan með 560 ohma viðnámi þegar ljósið kemur á hana. Og þá spurt hérna hvert hlutverk díóðunar D1 og 1 kΩ mótstöðunar hérna, það þessi hérna. Og þetta náttúrulega til þess að við hækkum upp emitterinn hérna, þannig að ljósdíóðan þurfi ekki að loka nema bara transistornum, þurfi ekki að fara með spennuna ennþá neðar og loka fyrir leiðni díóðunar, en það gerir það ekki hérna vegna þess að viðnámið heldur alltaf nægum straum í gegnum díóðana svo að það alltaf það bil 0,7 volt spenna hérna þó að aukist örlítið spennufalli þegar transistorinn leiðir. En ef við sjáum hérna aðeins textan, þetta nógu stórt hjá ykkur, sjáu þetta alveg hérna, ok? D1 sem sagt tryggir það að transistorinn lokist þegar LDR-mótstaðan lýst. Þá sem sagt minnkar viðnámiðinu, þá ætti að lækka spennan hérna, þá ætti að lækka nógu mikið til að transistorinn loki. En það hérna mjög erfitt að ná því nema að hækka spennunni hérna upp á base einhvern veginn, annaðhvort með viðnámi eða með díóðu og það valið í þessu að nota díóðu, það mjög gott, hún heldur nokkuð jafnri spennu yfir sig og díóðan hún skapar líka hitastöðuleika fyrir transistorinn, þannig að ef að transistor myndi eiga tilhneigingu til þess að hitna þess, þá eykst straumurinn í gegnum hann og þá hækkar í rauninni aðeins spennan yfir díóðuna og það veldur aðeins minni base emitter spennu hérna. Þá hækkar spennan á emitter og þá dregur úr spennu milli base og emitter ef að basein í tiltölulega fastri spennu. Þá dregur aðeins úr straum, þannig að ef að transistorinn hitnar þá minnkar straumurinn í gegnum hann út af því að spennan eykst hérna og minnkar base emitter spennan, þá dregur aftur úr straumleiðninni, þannig að það leitast við að fá ákveðið jafnvægi þessi rás. Og viðnámið þess að 1 kΩ það gefur bara stanslausan straum gegnum díóðuna svo hún sé alltaf við það að vera leiðandi milli svona 0,6 volt til 0,7 volt spennu yfir sig. Þetta málið. Og svo getum við pælt í því að við fengjum spurningarna hvort peran kveikt eða slökkt þegar við fáum hérna þegar myrkvað. Ef það myrkvað þá fáum við viðnám í LDR-mótstöðuna og þá myndast nógu há spenna til þess að opna transistorinn og þá leiðir hann í gegnum peruna, þannig að þá lýsir peran, leiðir transistorinn. Þá getum við verið með svona rétt tæplega
já, það myndast 0,7 volt yfir díóðuna og svo verður eitthvað smá spennufall hérna, þá kannski cirka 0,2 volt eitthvað svoleiðis. Og þá getum við sagt að það sé svona 9 volt örugglega yfir peruna ef að það er myrkur. Því að þetta er spennu deiling og það deilist alltaf spennan í raðtengingunni á þessu. Og ef að LDR-mótstaðan lýst, þá minnkar viðnámið í LDR-mótstöðinni og þá verður miklu lægri spenna hérna frá mínusinn á base og verður það lág að transistorinn lokar og þá er slökkt á ljósinu en nánast öll spennan er yfir transistorinn milli kollektor og emitter. Þá er kannski svona já, eitthvað rétt rúmlega 9 volt vegna þess að hér er 0,7 volt yfir díóðuna. Ok, þannig að þetta er svona af á rás svona fyrir útiljós. Næsta mál á dagskrá er að leggja álagslínu, DC álagslínu fyrir transistorinn á mynd 44. Álagslína þýðir það að það er bein lína sem að liggur frá spennugjafa spennu og út í mesta straum sem getur orðið í kollektorrásinni, í K-max. Og það er rauninni bara fundið út með því að taka viðnámi hérna og reikna hvað getur straumurinn orðið mikið í gegnum viðnámið út frá spennugjafaspennunni. Þá myndi maður líta á það að bara þetta viðnám sé tengt beint yfir spennugjafan eða kollektorinn væri alveg skamhleyptur hérna niður í mínus. Þannig að það er hin sem sagt já, hinn póllinn, þannig að hérna það er hinn punkturinn þá á línuritinu. Og ef við finnum þennan punkt og leggjum hann hérna inn, þá það liggur álagslínan frá 11 voltum. Það er hérna á milli. Og síðan reiknum við hvað getur straumur orðið mikill í rásinni. Jú, það er 11 volt. Það er spennan deilt með viðnáminu, sem sagt I samsam U deilt með R. Það er 11 voltinn. Og deilum með 200 ohm á mótstöðinni. Þá fáum við 55 mA eða 0,055 ampere. Það er best að nota 55 mA hérna því að hér erum við með þetta. Og þá já, ætla ég að taka þetta bara aðeins inn í Paint svo ég geti fengið beina línur og svona. Já, þetta er kannski aðeins og stórt, skulum sjá. Svona, þetta er betra. Ég ætla að fá hérna línuritið svo ég geti teiknað inn á það. Svona. Og ég ætla að hafa líka hérna aðeins að hafa rásina hérna líka til þess að átta okkur á þessu hvað er í gangi hvar. Svona. Og með þetta hérna megin. Það er þetta hingað svona. Þannig að hér sjáum við 11, þá setjum við annan punktinn hér. Setjum við punkt hérna. Milli 10 og 12. 11 volt. Svona. Og síðan erum við með annan punkt sem að við reiknum út. Segjum hérna
sem sagt, hvað getur orðið mestu straumur í þessu, í max, að hann er þannig ef við deilum sem sagt 200 upp í 11 volta spennu. 11 volt og deilum með 200 ohmum. Þá er útkoman að hámarksstraumurinn í rásinni er sem sagt sama sem 55 milliampere. Svona. Og það er hinn punkturinn, hann liggur hérna á milli 50 og 60. Þá merkjum við hann inn, cirka bát hérna, og svo drögum við bara beina línu þarna á milli. Sjá. Þá erum við komið með álagslínu. Alla leið hérna frá 55 milliamperum niður í 11 volta spennuna, spennugjafaspennuna. 11 volt og 55 milliampere. Þetta er komið, þá álagslínan er komin og nú erum við bara eftir að átta okkur á því hvernig getum við lesið út fyrir þessu. Hvað er málið hérna? Ef við setjum inn til dæmis eins og 20 mikroampera strauminn á beisinn, þá myndum við fá rétt tæplega 8 volt yfir milli kollektor og emitter og er nægilega farin að loka dálítið mikið. Og straumurinn í gegnum rásina væri svona cirka einhvers staðar kringum 16 milliampere eða svoleiðis. Það lesum við beint hérna út. Og það sem við erum að ferðin í hér í myndinni til hægri, þar er beistraumurinn 50 mikroampere. Ok, við erum með 50 mikroampere, þá er það þessi lína hérna og þá getum við merkt við, ok, hvar er það að lenda hérna? Ef við tökum línu bara beint niður, ég get gert það með að halda shift-takkanum niðri og það er eitthvað cirka svona rétt tæplega 4 volt hérna og á móti fyrir strauminn þá væri það eitthvað 37, eitthvað tæplega 38 eða 37, 35 eða eitthvað milliampere. Þannig getum við lesið út, ef við sendum ákveðin strauminn, hvað þetta er mikið á ferðinni hérna. Þannig að, við sjáum hérna að emittistraumurinn er 35 milliampere. Ok, þá erum við bara rétt aðeins hérna fyrir neðan. 35 milliampere, það er ekki langt frá lagi. Og við höfum eftir að hérna, ok, 35 milliampere, og drögum við beistrauminn frá emittistraumnum og fáum kollektorstrauminn af því að sameiginlegur leggjum saman beistrauminn og kollektorstrauminn, þá fáum við emittistraum og þá hérna við fáum bara rétt eitthvað tæp hérna 35 milliampere úr því. Segjum hérna til dæmis bara setja þetta bara inn þannig sem 35 milliampere. Þá notum við hérna sem 10 ekstra veldi á reiknivélinni í -3 veldi og drögum frá 50 mikroampere 50 sem 10. 50 mikroampere breytir þessi milliampere? Ég skrifa sem sagt hérna stimpla inn 50, 50 og svo nota ég takkan hérna sem er í miðjunni í næstu röðinni. Engineering? Nei, engineering er annars staðar. Nei, ég ýtti bara á sinnum 10 ekstra veldi á sumum vélum er það merktur EXP, exponential takkin. Það er ekki við hérna ef þú vantar til að æfa það. Ég er ekki
endilega æfa sig á þessu, ekki spurning. Allir sem eru heima, endilega takið upp reiknivélina og æfið ykkur á þessu. Og þá drögum við 50 mikroampere frá, þá segir 50 sem 10 í mínus 7 veldi. Og þá segir við sama sem á þetta, þá fáum við hérna bara hvað 34,95 milliampere. Það er sáralítið minna en kolefnisstraumurinn. Og þá sjáum við það að þetta er svona, já, þá getum við einmitt reiknað spennuna yfir kollektorviðnámið. Þegar við erum búin að því, þá getum við áttað okkur hvað spennan milli kollektor og emitter er. Af því að við vitum heildarspennuna, 11 voltinn, drögum þessa spennu sem við fáum út þegar við notum þennan straum hérna, sinnum 200 ohminn. Þá segjum við það fara 34,95 milliampere gegnum rásina, gegnum 200 ohma mótstöðuna, þá segir það sinnum 200. Og þá fáum við þar, fyrir ekki taka hljóðið af símanum loksins. Svona óvenjulegt. Sko, hérna þá er þetta 6,99, ok. Þetta er eiginlega 7 volt, rétt tæplega 7 volt yfir RK. Þannig að restin er sem sagt UKE, hún er spurningamerki hérna. Þá er restin af spennugjafarspennunni er þá 11 mínus 6,99 volt. Og það er 4,01 volt sem að eru milli kollektor og emitter. Það er svona, þetta er svona rétt, rétt, ætti að vera rétt rúmlega 4 volt, en sjáum það, ef við lesum út úr línuritinu, þá erum við að lenda hérna rétt undir 4 voltum. Þetta er svona nálægt lagi. Þannig að við getum nokkurn veginn lesið út úr línuritinu hvað við ættum að fá mikið straum hérna. Og hérna háa spennu milli kollektor og emitter. Þannig að hérna erum við með kannski svona 3,89 volt en reiknum út svo að sé spennufallið hérna milli kollektor og emitter rétt 4 volt. Þannig að þetta er ekki langt frá lagi. Þegar við berum þetta saman. Og síðan er að reikna út viðnámið í base. Og þá þurfum við líka að gera ráð fyrir base emitter spennunni, 0,6 voltum. Þá erum við að draga hana frá 11 voltunum.
Við vitum strauminn hérna inn á base, hann er 50 mikroampere, það er gefið hérna. Þannig að þá það setja þetta bara hérna svona einfallega upp að við segjum hérna hvað er URB. URB er sama sem U mínus UBE, milli base og einingar. Já, ok. Ég er náttúrulega ekki miklar stýringar á þessu sem ég get, en breyta litnum kannski svona, já. Og þá er þetta 11 mínus 0,6 í þessu tilfelli hér. Það er svona hálfopinn transistorinn, hann er ekki alveg full. Hvaða font er ég með hérna? Ok, það er skrítið. Reyna að breyta sig yfir eitthvað annað. Right. Jú, það gengur. Og þá erum við með hérna, já, mínus 0,6. Þá myndum við fá út úr því eitthvað 10,4 volt yfir viðnámið sem tengist frá plúsin og base. Svona. Og þá notum við þá spennu til þess að reikna út viðnámið í base ásinni. Og þá segjum við bara hérna RB sama sem RB deilt með straumnum í B sem er gefinn. Þá setjum við inn í það. Það er 10,4 deilt með sem sagt 50 sinnum 10 þetta er ampere sem sagt 50 sinnum 10 í mínus 7 veldi. Og hvað fáum við út úr þessu? Hvað er viðnámið stórt? Við prófum að reikna þetta. Prófum að slá þessu inn. Við sjáum þetta. Ekki? 10,4 deilt með þá skrifum við 50 og síðan nýttur á takkan þarna í miðjunni neðst sem 10 í einhverju ekstra veldi. Nei, í mínus 7. Er það sinnum 10,6 eða næst þeirra? Það er að, já, það er sinnum 10 í mínus 7 veldi, sko. Já, 10 mínus 7. Já. 10,4 deilt með 50 exponent í, svo er gott að nota takka sem er mínus innan sviga fyrir mínus 7 veldi, því að annars fer reiknivélin hugsanlega að rugla eitthvað á milli. Þess vegna er þessi mínustakki í sviganum, sko, fyrir veldisvísa og svoleiðis. Og hvað fáum við þá út úr því? 2,08. Hvað er þú? 208.000. Já, það er rétt. Á hverju klikkaðir þú? Settur það bara í mínus 3 veldi? Hugsanlegt. Það er 10,4 deilt með 50 og svo exponentakki þarna niðri eða sinnum 10 ekstra veldi og svo er það mínus takkin í sviga og 6
sjötta veldi, mínus sjötta veldi. Og þá fáum við þetta út 208.000 ohm. Nú kom þetta. Og hérna það sé eitthvað symbol hérna. Sko, ég fann Omega merkið. Ótrúlegt. Ja, ljómandi. Þá erum við konir með þetta. Stærð viðnámsins er base. Við erum með stærð straumsins hérna, spennuna í milli kollótt og emitter sem voru 4 volt. Og var bara átt að segja á því, já, hvað er meira spurt hérna. Hérna er búið að setja inn og hérna höfum við sem sagt til þess að finna út strauminn þá tengjum við bara hérna fram hjá honum og við vorum hérna með kollótt og strauminn, drógum frá base strauminn og síðan UKE, það er hérna 4,01 volt. Þannig að þetta svona passar nokkurn veginn með við línunetið. Það er rétt 4 voltin hérna, rétt undir 4 voltunum og eitthvað 35 milliampere. Og síðan hérna er það verkefnið þar sem við vorum með Darlington tengingu. Það er svona 2 transistorar tengdir svona saman, kallað Darlington tenging á transistorum. Og hérna ég var að reyna átt okkur á hvaða spenna er í hvaða spenna ég var að setja hérna. Til dæmis hérna UBS MT2. Hvað getur sú spenna verið þegar að LDR er myrkvað? Það er gefin UBS emitter 1 hérna 0,69 volt og það er rauninni bara hvað er sem sagt á spennan í heild yfir ljósháðamótstöðuna LDR, hvað er það mikið? Það er rauninni þetta er sama spennan yfir LDR mótstöðuna og báða base emitter spennunar hérna lagðar saman. Svo að ef við vitum aðra base emitter spennuna eins og base emitter 1 hérna frá hingað, þá getum við fundið út hérna af því við vitum heildarspennuna sem sagt yfir LDR mótstöðuna. Og það er kannski betra að taka þetta aðeins inn í þetta hérna til þess að lesa þetta, svara þessu. Sko það er sem sagt, það er beðið hérna já, það er beðið að reikna út spennuna UBS emitter 2 og UKE2 sem vantar í töfluna. Þá myndum við gera það svona. UBS emitter 2 er þá þannig að við vitum UBS emitter 1 og við vitum spennuna yfir LDR. LDR, það er hérna í töflunni 1,39 volt. Þá drögum við bara 0,69 volta spennuna sem sagt UBS emitter 1 frá vegna þess að þegar þær leggjast saman base emitter spennunar 1 og 2 þá er það sama spenna og yfir LDR því að þetta er hliðtengt. Þá prófum við þetta. Og þetta var 1,39 mínus 0,69
og þá fáum við út að restin er 0,7 volt sem er þá yfir hinn base emitter á hinum transistornum. Sem sagt að hérna milli base og emitter er 0,69 en hérna milli base og emitter á stærri transistornum þar er 0,7 volt. Þannig að ef maður leggur þessar tvær spennur saman þá er það sama spenna og spennan yfir L í mótstöðuna. Þetta sér maður kannski ekki alveg í fyrstu atrennu en svona smám saman lærir maður á þetta. Og þannig að núna er hún myrkvuð þannig að þá hún byggir yfir sér spennu og þá eru báðir transistornar opnir. Og þá gerum við ráð fyrir ákveðnum straum gegnum koldrásina og koldrásstraumurinn hérna er 279 mA og þá ef við myndum vita hérna straummögnunina í þessum transistor eða þessar rás þá getum við reiknað út hvað er base straumurinn inn á transistor 1 og þarna skulum við athuga hvort að það er ekki gefið upp hérna. Við erum búin að finna þetta hérna út og síðan er sko hvað er við erum að reikna út spennurnar base emitter 2, það er búið og KE2 já, það er hérna sko þegar að hérna er lýst að þá er all spennugjafans yfir transistorinn. Þá segjum við getum sagt að þá er hérna 10 volt spenna. Vegna þess að það er þegar að er lýst á þennan hérna þá er þetta lítið viðnám og þá lokast transistor 1. Þá er engin straumur í gegnum þessar rás hérna. Transistorið er mikið viðnám þannig að milli kollektor og emitter myndast hátt viðnám og öll spennan er þar. Í svona raftengdri rás ef engin straumur eða sáralítill, það er hérna bara A0, já það er engin straumur, þá er öll spennan það sem mesta viðnámið er. Og þá þá er bara næsta mál, já ég ætla að merkja inn hérna 0,7 volt hérna á í töfluna, base emitter 2, það var 0,7 volt. Þá er bara eftir að athuga 1. Það er, hvað verður base straumurinn mikill? Getum við reiknað hann út? Ef við fáum uppgefið straummögnunarstöðulinn í þessari rás sem að þessi Darling-tenging gefur og straummögnunarstöðulinn í rásinni er 9300. Ok, þá reiknum við það svona að I-base straumurinn er þá IK, það er svo stækkað upp, við sjáum þetta frekar illa. Þannig þá sem sagt IK, kollektorstraumurinn, sem var hérna 279 ampere, nei, milliampere, 279 milliampere, deilt með straummögnunarstöðulinum, þá fáum við strauminn á base. Því að venjulega er þetta þannig að straummögnunarstöðulinn, formúlan
Hún er sýnd sko þannig að það er HFE saman sem IK deilt með IB. En núna þurfum við að reikna einangra beistrauminn, þá deilum við upp í kollektorstrauminn með straumvögnunarstöðlum og fáum að þetta eru 0,03 milliampere og það er það sem við setjum í beistrauminn hérna. Núll komma 0,03 milliampere sem er þá 30 mikroampere. Ok, það hefur verið þessar rás hérna. Já. Þá er þetta bara spurning að þið æfið ykkur á þessum transstóra dæmum, transstóra rásum. Það er svona dæmi sem að geta komið þá á næsta prófi. Reikna út svona transstóra rásir. Og þá er bara spurning kannski hafa fleiri æfingapróf til þess að æfa sig á, heldur en bara þetta. Og það getur alveg verið að sé til eitthvað meira af æfingaprófum fyrir þetta. Sjá svolítið eitthvað komið hérna inn á innuna af gömlum prófum. Og þetta verður búin að opna fyrir. Já, það er kannski hægt að æfa sig jafnvel á þessu bara með því að taka æfingapróf 3, það er þá svipað, þá gerum við bara með nýtt fyrir það. Er ekki dæmi bara í bókinni? Það eru líka dæmi í bókinni. Það eru svör við þeim? Já, það er kannski þá bara sko tölur. Já. Ég var að kíkja á dæmi í bókinni í 3. kafla og ég sá ekki svör við dæmi. Í bláu bókinni? Já, rannsóknartækni. Rannsóknartækni seinni hlutanum? Nei, fyrri. Nú, í fyrri? Já, það gæti kannski verið í eldri útgáfum af bókinni að það sé ekki komin svör. En já, það er ekki í fyrri bókinni. Bíddu? Nei? Það virðist ekki vera. Nei, þá þyrfti maður bara að reyna að setja það inn á undir efni sko. Svör við dæmum í bókinni, eða svo sagt lausnir. Það væri betra. Ertu með blað og blín en við ekki náma eða? Já. Ég er þetta líka. Já. Hérna er önnur gerð af spurningu þar sem að við erum með LDR hófstöðu og hún er það bil 22 megaohm í myrkri og 560 ohm þegar maður ljóskemur á hana. Og þá er spurt hérna hvað mælist spennan yfir peruna, eða peruspennan við mynd 4.1 ef að LDR er myrkvað. Í þessari rás hérna þá þegar þetta LDR er myrkvað það myndast mikið viðnám í LDR mótstöðinni þá hindrar það að það er straumur hérna inn á beis. Þannig að þessi transstór það ætti að vera lokaður. Hvað getum við þá sagt ef þessi transstór er lokaður, leiðir ekki? Hvað með spennuna yfir peruna? Sko lokaður transstór þýðir það bara að þessi er svo rofi sem að gefur ekki samband. Hann er bara svona. Svona er transstórin, lokaður. Hvað er þá spennan yfir peruna?
Já, það er bara 0 volt því að öll spennan er yfir transistorinn milli kollektor og emitter. Það er mesta viðnámið í rásinni. Transistorinn hindrar að straumurinn getur runnið og eins og í þessum þá væri öll spennugjafarspennan þarna sem að væri 5 volt. Það myndi bara mælinn sína, spennumælinn myndi bara sína 5 volt. Já. Því að peran, það er engin straumur í gegnum peruna og við erum með 5 volta spennugjafa. Það er pluss og mínus, það er svolítið langt á milli. Þannig að ef það er engin straumur í gegnum rásina vegna þess að transistor leiðir ekki og þá því að viðnámið svo rosalega hátt hérna í base-rásinni að þá fá engan straum, ekkert spennufall yfir peruna, 0 þar, en hér væri öll spennan 5 volta spenna milli. Þess að þá öll spenna fer þá base, fer bara base. Milli emitter og kollektor. Hérna. Á milli kollektor og emitter er K, þetta verður upp í ljósið og emitter hérna, sko, straumurinn inn á basin væri svo lítill að hérna væri bara kannski eitthvað 0,3 volt eða 4 volt eða eitthvað pínlítið sem að dugar ekki til þess að opna transistorinn. Við getum bara sagt gróft bara að hérna sé bara 0 volt. Viðnámið er svo rosalega stórt, 22 megaohm segir. 22 megaohm. Hérna er 5 volta spennugjafi, 5 volt og 0 volt tengt inn á spennugjafann og þá er öll spennan hérna yfir. Við setjum spennumæli milli kollektor og emitter. Það er bara 5 volta spennan. Yfir hann vegna þess að nær spennumælinn, hann nær sambandi gegnum peruna, gegnum hýrin í perunu upp í 5 volta spennu. Það er ástæðan. Því að við náum að mæla alla spennuna yfir transistorinn. Hérna er bara viðnámið svo svakalega stórt hérna að það er bara eins og það sé bara ekki tengt inn upp í. Það er engin beiströmm, þannig að hérna myndum við segja að hérna væri, já, eða fara niður aftur. Hérna erum við þá með, já, þá væri hérna, þá myndum við skrifa bara á þessa línu að hérna eru þá, hérna er spennan, já, hvað er peruspennan? Hún er sem sagt 0 volt af því að transistorinn hann leiðir ekki. En hérna, ef það er mikið viðnám í LDR-mótstöðinni, það er myrkvað. Hvað gerist þá hér? Það er mikið viðnám í LDR-mótstöðinni, þessari hérna. Það er stórt viðnám í LDR þegar það er myrkvað, það er 22 mikrogram. Hvernig virkar þá þessi rás, hvaða spenna er þá yfir peruna? Spennugjafarspennan er 10 volt. Já, 10 volt. Og þá, þegar þetta er mikið viðnám hérna, þá er erfitt fyrir strauminn að fara þessa leiðina. Strauminn fer erfitt fyrir strauminn að fara í gegnum LDR-mótstöðina og fer frekar auðveldari leið í gegnum inn á basin á transistor 1 og þar niður. Þannig að þá er það orðið að háspenna hérna, eða sem sagt að 1,4 volt yfir LDR-mótstöðina, sem sagt, eða hátt viðnám í henni, LDR, að þá opna transistorinn á fullu, leiðir vel og þá er sem sagt bara spennan yfir
peruna, hún sama sem, við þurfum ekki að hafa þetta svona nákvæmt, en það væri spennugjafarspennan mínus UKE og mínus UD. UD1. Ef við ferum alveg nákvæmlega í þetta, en það þarf ekki endilega. Við vitum ekkert nákvæmlega hvaða spennan hérna milli kolvetni og einviteri þegar hann á fullu að leiða. Það mjög lítil spenna. Getur verið 0,1 volt, 0,1 til 0,2 volt eitthvað svoleiðis. En við þekkjum líka hvað spennufall yfir díóð sem að leiðir. Við notum þá spennu. Það bara þumalputtaregla. Það var 0,7 volt. Þá getum við sagt hérna að við séum með hérna spennugjafarspennuna 10 mínus UKE. Við segjum ok, það eitthvað hérna, eitthvað smá spennufalli milli UKE, bara höfum þetta eitthvað smá spennufall þarna og 0,7 volt. Þannig að þá draugum við 0,8 volt frá 10 voltunum. Þannig að þá erum við með 9,2 volt eða ekki. Það niðurstaðan hjá okkur. En svona fræðilega séð. En hérna, ég myndi líka, hérna, ef við bara segja 10 volt, tæplega 10 volt er spennan. En ef við myndi segja 10 volt, það var í rauninni alveg rétt svar. Hún væri að lýsa á fullu. Og það væri eins há spenna yfir hana eins og væri möguleiki í þessu rás hérna. Það er tæplega 10 volt. Það væri rétt svar í rauninni líka. Ok, þannig að þetta var það síðasta sem ég ætlaði að fara í fyrir prófið á miðvikudaginn. Því að eftir það próf, eða jafnvel, það er spurning, getum við víxlað tímanum, farið fyrst í prófið og svo í verklegt. Það væri náttúrulega alveg brilljant, ef það væri hægt. Já. Það er möguleiki. Það verður miklu betri mæting í verklega tíman, því að þá myndi ég fara í multisinn, í aðgerðamagnarann næst. Það er svona meira bóklegt og þá fer ég í forrit, þá er ég í stofu 109. Ég held að það sé bara komið að því. Þá ætla ég að stoppa upptökuna.